Allt fyrir nýja lífstílinn. LKL í Netto. Komið sæl og verið velkomin í sjónvarp Víkurfrétta. Haustið tekur vel á móti okkur á Suðurnesjum með öllum sínum sjarma. Í þessum þætti skoðum við meðal annars starfsemi Fjölsmiðjunnar, tökum púls á Grindvíkingum á sjávarútvegssýningunni og fylgjumst með yngstu og elstu bæjarbúunum í Reykjanesbæ, gefa hænum nafn. En við hefjum leikinn á sjávarútvegssýningunni. Grindavík stimplaði sig inn sem sjávarútvegsbær á íslensku sjávarútvegssýningunni sem haldin var í Kópavogi á dögunum. Á sýningunni sameinaðist tugur fyrirtækja í Grindavík með Grindavíkurhöfn veglegan sýningarbás. Þar var kynnt allt það helsta sem Grindavík hefur upp á að bjóða í tengslu við sjávarútveg og þjónustu við hann. Þá var Grindavíkurbásinn verðlaunaður sem besti hóp- og landsvæðisbásinn á sýningunni. Þetta er mikil viðurkenning fyrir Grindavíkurhöfn og þau þjónustufyrirtæki sem standa saman að básnum. Hver er hugmyndin á bakvið þennan sameiginlega bás ykkar Grindvíkinga? Við fórum að staði í stefnumótunarvinnu fyrir 3 árum síðan og svona vorum að greina, tókum svotgreiningu á stöðun okkar í höfninni og þjónustufyrirtækjum bara almennt í Grindavík. Og þetta var svona eina niðurstöðunum að við þurftum að markaðssetja okkur aðeins betur og ekki þá höfnina bara ein og sér, heldur öll þau fyrirtæki sem eru á svæðinu og starfa við þjónustuna í sjávarútvegi. En hvað hefur Grindavíkurhöfn að bjóða? Getið þið endalaust tekið á móti fleiri skipum og boðið mikla þjónustu? Já, við getum gert það en auðvitað eru takmörk fyrir því og við horfumst í augu við ákveði vandamál í sambandi við hluta af okkar hafnargörðum sem þarfnast viðhalds og við viljum samt leggja svolítið áherslu á það að reyna að koma þeim í gang og til þess þurfum við náttúrulega meiri veltu, meiri tekjur til þess að standa undir kostnaði við viðhald á því og þess vegna er nú kannski meðal annars þessi hugmyndafræði að markaðssetja okkur. Þið eru þó samt mikið af nýjum hafnargörðum og það er búið að dýpka og endurbæta mjög innsiglingunum til ykkar og bæta sjóvarnir? Já, og það var allt í bóta en við megum aldrei stoppa og við erum alltaf að halda áfram, annars verður bara stöðnun. Er Grindavíkurhöfn að bjóða eitthvað landrými undir mannvirki þannig að þetta auka fiskvinnslu í Grindavík? Já, við erum með landrými og við erum með nýlegt svæði einmitt við hafnargarða með mikið dýpi við og það eru töluverðir möguleika fyrir fyrirtæki til þess að koma og kannski setja á fót jafnvel ný fyrirtæki. Og básinn ykkar hefur fengið mikla athygli og þið fenguð medalíu fyrir hann? Já, við erum mjög stolt af því að þetta skulle hafa gengið og það sýnir kannski fyrst og fremst að Grindvíkingar eru mjög samhentir og auðvitað eru ágreiningur og menn takast á en kjarni málsins er að menn bara vita að þegar menn vinna saman og leggja til hliðar ágreininga þá gengur okkur vel. Einn af þeim sem stóð vaktina á Grindavíkurbásnum á íslensku sjávarútvegssýningunni var Hörður Jónsson frá veiðarfæraþjónustunni EHF í Grindavík. Hvað er veiðarfæraþjónustan að bjóða? Öll veiðarfæri, allt frá krókum til stærstu veiðarfæra. Mikið í botnveiðarfærunum, snurvoðunum, trollanum, togarnir og svo jafnframt litlu bátarnir. Hvað eru þið stórt fyrirtæki? Í mannskap erum við 7 fastráðnir. Og þetta eru menn sem er búin að vera þarna í mörg ár og jafnvel áratugi í grinni, þannig að þetta eru þrælvanir menn. Ég heyrði það hérna áðan að þið eru ekki bara að þjónusta fyrirtæki eða sjávarútveginn í Grindavík, þið eru að selja út allan heim. Ó já, heimurinn er ekkert nógu stór fyrir okkur, eða ekki Ísland. Þannig að við höfum selt í alveg niður til Falklandseyja, Suður-Ameríku og Ameríku og eitthvað örlítið á Evrópu. Eru það trollin? Það eru trollin. Þannig að við höfum svona, í þeim gera höfum við verið í bottrollunum aðalega. Eru veiðarfæri sem að fara á þessara fjarlægari markaði, eru þau eitthvað öðruvísi heldur en það sem að gerast hérna heima? Já, að sömu leyti. Við sendum til dæmis troll til Falklandseyja sem er sérhannað til að veiða smokkfisk. En það höfum við ekki gert hér.
Þannig þegar ég fekk fyrirspurnina þá var ekkert annan að googla á netinu örlítið og spurja mann og annan og leggjast aðeins yfir þetta og trollið fór og hafa farið 2 viðbót síðan. Þannig að þið eru að fást við svona miklar áskoranir í ykkar starfi dagsdaglega? Já, við erum ekkert bara að horfa á daginn í dag eða morgundaginn, við horfum aðeins lengra. En þurfið þið svo að fylgja þessu út? Er það að elta þessi veiðarfæri út allar heimsins jarðir? Það svona bæði og. Það sem fór á Ameríku þá vorum við að fylgja því eftir. Það sem við sendum suður úr það við höfum ekki þurft að fylgja því eftir. Þá bara sendum við góðar upplýsingar með. Þannig að það bara fór sína leið og gekk vel. En hvernig er svona verkefnastaðan í dag? Þetta svona í þessum geira, við horfum aldrei langt fram í tíman. Ef við sjáum mánuð fram í tíman þá erum við voru rosalega ánægðir. En það eiginlega bara svona vikan og 2 vikur og jafnvel skemmur sem við sjáum. Þegar við höldum að ekkert að gera þá allt innu hringi síminn daginn eftir og þá allt innu orðið brjálað. En þið ákveða að taka þátt í þessari sjávarútvegssýningu hérna á þessum bás Grindavíkur, þetta er að gefa ykkur mikið? Við erum aðallega að efla samböndin, ná í þessa menn sem eru að versla við okkur og þeir sem ekki eru að versla við okkur, kynna okkur aðeins betur og fyrst og fremst að efla sambönd. Nú tókstu við hérna sem forstöðumaður Fjölsmiðjunnar á Suðurnesjum 1. maí. Í hverju felst starf þitt? Starf mitt felst í að reka Fjölsmiðjuna og vera ábyrgur gagnvart stjórn Fjölsmiðjunnar. Og ég er í miklu tengslum við Vinnumálastofnun og félagsþjónustu bæjanna sem koma að hérna fyrir rekstrinum. Og þau vísa til okkar þáttakendum sem að þau hafa á sínum snærum. En við erum með hérna nokkra starfsstöðar. Til dæmis hérna kompuna sem við erum stödd í, sem nýtjamarkaðurinn okkar, sem að mjög margir hér á Suðurnesju þekkja. Og hér eru opið alla virkadaga frá 9 til 3. Og við erum í óðan að taka á móti vörum og koma þeim hingað fram og selja svo áfram. Og síðan erum við með bílaþvottadeild og við erum að taka á móti pöntunum í hana. Við tökum bíla þar í alþrif. Síðan erum við eldhús, þar sem þáttakendur fá að borða og starfsfólk. Og svo er þetta bara svona lögum svona húsgögn og slíkt sem kemur inn á sem þarf eitthvað að laga. Við fáum mikið gefins frá fólki, við fáum úr dánarbúum, við fáum fólk sem að möbla upp hjá sér. Og ég var var við það þessum mánuði sem ég er búin að vera hérna, að fólki finnst mjög svona eðlilegt að láta gott að sér leiða og setja munina hinga frekar en að henda þeim. En við fáum líka allt sem kemur í nytjagáminn í Kölku. Þannig að dagarnir hér í Fjölsmiðjunni eru rosalega fjölbreytt. Maður veit ekkert alveg að hverju maður gengur þegar maður mætir á mótnana og við erum að bara taka á móti þessu krökkum sem eru hér hjá okkur, aldrinum 16 til 24 ára og vinna með þeim og ræða við þau á hverjum einasta degi. Hversu mörg eru þau svona, hversu mörg mega þau vera? Sko, það hefur verið þannig að það hefur verið pláss fyrir 17 og hafa verið hér svona 15 til 17 á meðaltali. Núna þegar þessar skipulagsbreytingar voru gerðar, núna sem tóku gildi 1. maí, að þá færðist atvinnutorg hingað inn. Þá verður fjölgað þáttakendum upp í alltaf 30. Ég sé svona fyrir mér, þetta verður á bilinu 25-30, kannski ekki allir sem verða hér alltaf. Einhverju verður einhverju vinnu með, sem sagt út frá okkur. Hversu miklu máli skiptir Fjölsmiðjan fyrir þá sem koma hingað og vinna? Sko, Fjölsmiðjan er svona hálfgerð svona, eins og maður getur sagt, svona haldreipi. Hingað mæta þau rjúfa þessa einvöru sem sumir upplifa. Við berum væntingar til þeirra, við væntum þessu mæti, við útdeilum verkefnum og reynum að skoða með hverjum einum hvar hans áhugi liggur. Og núna, sem sagt, þegar ég var ráðin þá var líka ráðin hérna atvinnuráðgjafi og hún hefur það hlutverk að taka alla í viðtöl, gera persónuleg markmið fyrir hvern og einn. Við einstakling snýðum starfsefina að honum, reynum að finna hans styrkleika og veikleika og þegar að sá tími er komin að þessi viðkomandi einstaklingur er bara búin að ná þeirri færni sem hann ætlar að ná, þá reynum við aðstofnum að komast í vinnu eða í námt og þetta skiptir ekki bara þáttakendurna máli, þetta skiptir samfélagi máli. Kompan er einna burðarásin í rekstri Fjölsmiðjunnar og við tökum bíla í þvott og slúðist, þannig að við þurfum að höfða til samfélagsins að þetta er okkar sem hér búum á Suðurnesjum að hlúa að Fjölsmiðjunni vegna þess að margir þessar krakka þau myndu kannski ekki gera mikið við daginn ef þau kemur ekki hingað og okkur vantar hreinlega verkefni frá samfélaginu þar sem við getum unnið hér á staðnum og við þurfum bara að vera svolítið á tánum við því að finna fleiri tækifæri til þess að hafa fjölbreyttari verkefni og til að styrkja reksturinn ennþá frekar.
Summína og Ronja eru 2 af þeim nöfnum sem hænurnar í félagsstarfi aldraðra í Reykjanesbæ fengu í vikunni. Pétur Þorsteinsson, prestur í óháðasöfnuðinum, tók þátt í athöfn þar sem leikskólabörn í Reykjanesbæ og eldri borgarar komu saman í þeim tilgangi að gefa hænunum nöfn. Í sumar fengu eldri borgarar sem taka þátt í félagsstarfi í Selinu Njarðvík þá hugmynd að ala hænur í hænsnakofa á lóðinni við félagsstarfið. Aðstaða fyrir fuglana var því útbúin í upphituðum kofa og fengni voru nokkrir hænuungar í húsið. Börnin á leikskólanum Hjallatúni og Gimli eiga í góðu samstarfi við eldri borgarana og heimsækja félagsstarfi reglulega. Það var því ákveðið að börnin myndu taka þátt í skemmtilegri athöfn þar sem hænunum yrðu gefin nöfn. Stóri dagurinn rann svo upp og var 4 hænum gefin nafn í viðurvist prests. Á ég að handa á henni? Svona sem hann Já. Hún heitir Summína. Summína. Þá var einnig upplýst að í hænsnakofunum væri reyndar einn hani. Hann mun reyndar fá nýtt heimili áður en hænurnar byrja að verpa. Því ekki hugmyndin að fylla Njarðvík að gaggandi hænum í vetur. Eftir að hænurnar höfðu fengið sín nöfn var blásið til skírnarveislu þar sem boðið var upp á kökur og ávaxtasafa. Þórköllustaðaréttir fóru fram í Grindavík í fallegu haustveðri nú á dögunum. Að vanda var það bæði líf og fjör og mikill handagangur í öskjunni. Mátti vart á milli sjá hvor hópurinn var í fjölmennari, mannfólkið eða skjáturnar. Réttirnar tóku óvenju skamman tíma þetta haustið, enda einmuna blíða þennan dag og margar hendur unnu létt verk. Það tók ekki nema rétt rúma klukkustund að draga allt fé í dilka og fjórbændur fóru þá við að ferja fé ýmist heim í hús eða í þeirra hinstu för í sláturhúsið. Kvikmyndatökumaður Víkurfrétta fylgdist með réttarstemmingunni í Þórköllustaðarétt og fangaði hana í meðfylgjandi myndskeið. Sæl aftur, við ætlum að vera í körfubolta í seinni hluta þáttarins. Við hittum 3 körfuboltakappa sem ræða við okkur körfubolta fjölskylduna en það átaksverkefni fyrir landslið Íslands. Íslenska körfuboltalandsliðið tekur þátt í lokakeppni stórmóts í fyrsta skipti næsta sumar. Af því tilefni hefur svokölluð körfuboltafjölskylda verið sett á laggirnar þar sem til stendur að afla fjár til styrktar landsliðsins. Hópur 34 körfuknattleiksmanna, landsliðsmenn, þjálfarar og forystumenn íslensks körfuknattleiks mynda saman hóp sem ætla sér að standa þétt við bakið á liðinum. Þeir leita nú til landsmanna allra eftir aðstoð enda kostar sitt að senda strákana okkar í svona keppni. Við hittum fyrir feðgana Gunnar Þorvarðarsson og Loga Gunnarsson sem saman eiga að baki 174 landsleiki fyrir Íslands hönd. Með þeim í för var Jón Eysteinsson sem á sínum tíma lék fyrsta landsleik Íslendinga árið 1959. Segðu mér nú aðeins, hvað körfubolta fjölskyldan? Já, það aðalega fólk sem hefur mikinn áhuga á körfubolta og náttúrulega allir þeir sem hafa stundaðan í gegnum tíðina og komið nálægt honum á einhvern hátt, bæði sem þjálfarar, dómarar og leikmenn. Og svo náttúrulega áhörðundunir allir sem hafa fylgst með þessu undanfarið. Við erum að reyna að ná til þessara alls þessa fólks til þess að styrkja þetta góða landslið sem við eigum núna. Og þetta náttúrulega í fyrsta sinn sem við náum þeim árangri að komast í Evrópukeppni og úrslit. Og þessi strákar sem við sáum náttúrulega daginn, þeir vöktu svo mikla athygli hjá öllum
og ekki síst svona gömlum jöxlum eins og mér sem er nú búin að vera að fylgjast með körfubolta frá upphafi líku við. Nú, við erum að vonast til þess að þetta verði stór hópur sem að styrkja okkur og það gengur mjög vel að safna þarna áheitum á liðið. Gunni segði mér, körfubolta fjölskyldan, er þetta samheldin fjölskylda? Já, hún hefur nú verið það undanfarna áratugi en við erum að vonast til eins og Jón sagði að fá fleiri inn í þetta og vonandi stækkar hún bara og þessi árangur sem að strákarnir náði í þessar Evrópukeppni náttúrulega er einstakur og ætti að vera lyftistöng fyrir okkur. Hvernig finnst þér þetta landslýsi vegu núna, svona þú sem fyrrverandi landslýsmaður? Já, körfuboltinn hann breytist náttúrulega alltaf og hraðin er meiri, strákarnir æfa meira heldur en við gerðum. Þannig að þetta er mikið flottar og betra hjá þeim í dag heldur en var hjá okkur. En hvað segir sá gamli sem spilaði okkar fyrsta landsleik árið 1959, er þetta ekki talsvert breytt? Jú, þetta er náttúrulega algjörlega á öndverðum miði. Þessir strákar sem við vorum að horfa á daginn, sko þeir eru snillingar upp til hópa að mínum mati og ættu að geta bara náð mjög langt og það er náttúrulega okkar skylda að styrkja við bakið á þessum strákum og reyna að gera sem mest úr þessu sem að verður. Nú við erum eiginlega staðræðnir í því að safna svona saman bara góðum stuðningsmanna hópi sem að fylgi landsliðinu og jafnvel að við förum saman og ég held að það sé mjög mikill áhugi á því að fara bara hópferð og styrkja nú einu sinni verulega vel við landsliðið í körfunni. En Gunni, hvernig finnst þér eins og fjárhagslegt umhverfi í körfuboltanum? Það er vel stutt við til dæmis fótboltan okkar, handboltan. Landsliðið í körfubolta var svona fellt niður eiginlega í nokkuð tíma fyrir skömmu. Þú ert væntanlega ekki sáttur við það sem aðdáandi körfubolta? Nei, það náttúrulega ekki og það, sko, körfuboltasambandið, það fær ekkert frá alþjóða körfuboltasambandinu. Hinn alþjóðasamböndin eru að setja pening í þessar boltagreinar. Sérstaklega þegar þeir ná árangri að komast í úrslitakeppni og svoleiðis en því er ekki að fara hjá okkur sko og náttúrulega það margbúið að ræða fjárveitingar ríkisins til íþrótta á Íslandi og það eru ekki upp á marga fiska sko. Heldur að fólk sé almennt að átta sig á því hversu stór þessi árangur er hjá körfuboltalandsliðinu? Veistu, ég held ekki. Það er náttúrulega fullt af fólki sem að átta sig á þessu en ég held að almenningur almennt á Íslandi það er ekki búið að kveikja þá á perunni hvað þetta er gríðarlega stórt skref að komast þetta því að þetta eru, sko körfubolti er eina af vinsælustu íþróttum í heimi og Evrópa er með nokkura bestu landsliðum heimsins segi og að komast í hóp með þeim, þetta er alveg ótrúlegur árangur. Logi, sonur Gunnars, hefur verið lykilmaður í liðinu í 14 ár og leikið sem atvinnumaður víða Evrópu. Gunnar er að sjálfsögðu afar stoltur af stráknum. Við erum það fjölskyldan og hefum fylgst með hún náttúrulega síðan hann var smástrákur. Hann er alinn upp í þessu húsi, má segja. Hér er hann nánast búinn að vaka og sofa í áratugi og búinn að leggja alveg gríðarlega mikið á sig og var nú í atvinnumennskunni í 11 ár, víða Evrópu og hann er náttúrulega bara uppskera og við öll í körfuboltafjölskyldunum, við erum að uppskera gríðarlega uppskeru með þessum árangri hjá strákunum. Hvað segir Jón, heldur að þið eftir að fylgja liði og mæta hvar sem Evrópukeppni verður svo haldin með hópa stuðningsmönnum frá Íslandi? Já, ég vona að við stöndum við það. Það var nú yfirlýsing á fyrsta fundinum að við skildum fjölmenna. Nú meðal annars í þessum stuðnings yfirlýsingu við landsliði þá verður happdrætti. Þannig að það verður dregin út einn af þeim sem hefur stutt liðið
og hann fær frítt á Evrópukeppnina og við vonum að það íti eitthvað undir. Fólk hefur alltaf gaman að taka þátt í einhverjum happdrættum. Nú eins og Gunni sagði, þessi strákar eru náttúrulega bara, það er ekki hægt að lýsa því hvað var gaman að fylgjast með þeim núna í undankeppninni og hérna. Það var að segja kannski gamla körfuboltahjarta, það hefði slegið ört. Ég ætlaði einmitt að fara að segja það, að það fór á hvínandi siglingu við þetta allt saman. Ja, Logi, nú er æsileg undankeppni að baki. Hvernig leggst þessi lokakeppni í því? Herðu, hún bara leggst rosalega vel í mig. Man bara hlakka til. Þetta er ár í þetta nú og maður þarf nú að bíða smá, en þetta er náttúrulega ótrúlegt og maður trúði allir ennþá að við sem komnir á lokamót með bestu liðunum í Evrópu og þetta var náttúrulega bara algjört ævintýri. Aðeins þessa leiki sem eru búin að vera í gangi hérna núna í haust hjá ykkur, hlýtur að vera svakaleg tilfinning að taka þátt í svona verkefni og þessum leikjum svona eins og margir hverjir hérna heimavelli, útivelli, svakalegi leikir. Já, þetta var rosalega gaman og maður er búin að spila lengi náttúrulega og spila marga svona leiki og verið í svolítið harki í mörg ár. Við erum búin að lenda í erfiðum riðlum á móti stórum þjóðum og þetta voru náttúrulega stóra þjóðir sem voru að keppa við núna, en núna einhvern veginn small þetta hjá okkur eftir öll þessi ár og þetta er svakalega góð tilfinning að vita af því að við höfum náð þessum árangri samt á móti þessum góðu liðum sem voru með í riðli eins og Bretland og Bosníu og spila í Bosníu til dæmis fyrir framan tæplega 8.000 manns. Þetta er náttúrulega bara það sem íþróttamönnum dreymir að spila í svona stemmingu og eins og leikurinn heima líka. Að vera fyrir framan fulla höll og komast áfram á Evrópumótið er náttúrulega bara ótrúlegt. Það er svona kannski kveikjan að þessu verkefni sem við erum að ræða um núna, körfuboltafjölskylduna. Það var gríðarlegur stuðningur hérna í síðasta leik. Já, og eins og ég segja að spila fyrir fram að fulla höll í fyrsta skipti á landsliðsferlinum var náttúrulega ótrúleg tilfinning og í fyrsta skipti í sögu körfuboltans sem við fengið fulla höll, ég held að sé alveg öruggt og svo myndast svona ákveðin meðbyr þegar svona gengur vel og maður finnur út í þjóðfélaginu að það er mikil áhugi fyrir okkur og körfuboltanum í heild og að þetta skulle vera komið í gang. Þessi hópur er náttúrulega frábært og við þurfum stuðning alls staðar að, en það höfum verið vantað svolítið upp á styrkin fjárhagslega inn í körfuboltan. Hefur fólk komið svona að máli við þig bara á förnum vegi og eitthvað rætt hennar árangur? Já, mikið bara og maður sér það bara alls staðar þar sem maður kemur sérstaklega fljótlega eftir leikina. Þá var verið að óska manni til hamingju alls staðar og maður fann hvað áhuginn var mikill bara og ég finna ennþá þó að það sé svolítið langt síðan við spilum þessa leiki að körfuboltinn er í mikilli upphefð. Nú loka keppni framundan, þú segir það er tæpt ári í þetta. Hver er svona þinn draumur hvað gerist í keppninni? Vonandi að komi kannski sem flestir frá Íslandi og hver eru ykkar markmið í keppninni? Sko, varandi það, þá erum við svo sem ekki búin að setjast niður sem lið og ákveða eitthvað svoleiðis en það fer kannski svolítið mikið eftir hvaða lið verða með okkur í riðli og það er auðvitað ákveðin stemming og vona að fá eitthvað á þessum stóru þjóðum eins og Frakkland, Spán eða Þýskaland, eitthvað af þessum löndum og við höfum nú verið að spila á móti Serbíu sem voru núna í öðru sæti í heimsmeistarikeppninni og það eru fleiri góð lið, Slóvenía og Litáen. Það væri gaman að fá eitthvað svona risa en líka að fá lið sem við teljum okkur eiga möguleika á að vinna og þó að sé náttúrulega alltaf hægt að vinna alla þá veit maður meiri séns í þessar þjóðir sem er aðeins minni og við höfum reyndar eftir að ræða það bara þegar við sjáum með hvaða lið við lendum. Nú ertu komið með 105 landsleiki og sér kannski fyrir endan á landsliðsferlinum, það er ekki amalegt á ljúkonum á þennan hátt. Já, það er náttúrulega, maður er búin að vera lengi í þessu núna 14 ár síðan ég byrjaði en ég svo sem á meðan ég er heill heilsu og get spilað á þessum standard sem landsliðsstandardin er og spila á móti þessum góðu þjóðum og þá verði ég áfram í þessu og ég veit ekkert hvenær maður hættir, maður finnur það sjálfur en það er allavega ekkert strax og það er náttúrulega frábært að fá þetta inn í ferilinn að fá að spila á stórmóti sem náttúrulega manni dreymdi aldrei í rauninni í byrjun þegar maður byrjaði og þetta var svo sem aldrei á planinu en er alltaf svona draumur sem maður dreymir að spila móti þeim bestu. Þetta eru NBA leikmenn í öllum þessum liðum og margir að betri leikmenn NBA-deildarinnar eru í þessum liðum þannig að þetta er ákveðin draumur sem maður hefur dreymt og er náttúrulega núna að verða að veruleika. Það var kannski aldrei raunhæft eða þannig svona þegar þú varst bjakkur?
Nei, þetta var ekkert í umræðinu og eðlilega þegar við vorum það langt frá þessu en svo þegar við erum lengi saman sem kjarni, nokkri leikmenn sem búin að vera saman í 12-14 ár og bætist svo inn frábær kjarni ungum leikmennum og góð blanda, þá náttúrulega verður þetta veruleika og við erum búin að vinna hörðum höndum að þessu í mörg ár og svona, en samt einhvern veginn hafði maður ekki von á þessu samt á mínu ferli. En þetta er náttúrulega bara ótrúlegt að þetta skulle vera orðið að veruleika og maður fá að taka þátt í þessu og vera stór partur af svona góðu lið. Leiðum við þökkum fyrir áhorfið minnum við á fjölbreytta fjölmiðla okkar á Víkurfréttum, vikulegt fréttablað Víkurfréttir, golfvefinn kilvingu.is og fréttavefinn vaff.is. Við þökkum fyrir okkur, verið sæl. Ég sá eitt sinn Allt fyrir nýja líf. Ert þú að fara til útlanda? Bílahotel.is geymir bílinn fyrir þig við